Jæja Hlynur, 3 stig hérna í dag, hvernig fannst þér leikurinn svona í heild sinni? Mér fannst þetta vera svona eiginlega framhald af hérna leik sem við spilum við þar fyrir viku síðan. Það var bara eiginlega keimlíkt, það var nánast engin munur á þessu liðum og hérna, þú veist, það eru ein mistök sem að skilja á milli liðana. Já, eiginlega bara framhald af síðasta leik. Hvernig fannst þér svona leikur liðs þíns svona í heild sinni? Ég er mjög sáttur við hvernig við mættum Stjörnunni í dag. Þú segir þarna ein mistök sem að verða til þess að þið skorið mark. Varstu ánægður með hvernig þetta mark kom? Já, ég er ánægður með hvernig framherji okkar hérna brást við. Hann var algjörlega á tánum hérna og það kemur hérna sem sagt svona feilsending tilbaka ætluð markmanni og hún er á undan í boltan og fer fram með markmannum og klárar þetta vel. Eitthvað sem þú varst svona sérstaklega sáttur við í leiknum? Já, ég var mjög sáttur við hvernig við náðum að þú veist, pressa þær, þannig að það náðu aldrei upp neinu spili á móti okkur. Það var ekki nema hérna rétt lokin sem það svona komið með virkilega þunga á okkur en við vorum mjög þéttar inn á miðsvæðinu og það voru við sem gátum látið boltinn rúlla og sérstaklega í seinni hálfleik þegar þær koma svona framalega. Mér fannst vera töluvert öryggi á vörnin okkar en það hefur ekki alltaf verið þannig. Þannig að við erum búin að bæta okkur alveg helling í því að geta haldið og í svona stöðu eins og 1-0. Hvernig finnst þér að byrja svona tímabilið hérna inni í fífunni? Mér finnst það fínt á meðan hérna vellirnir eru ekki orðnir nægilega góðir. Þetta er náttúrulega Kópavogsvöllur allir að koma til en hérna við eigum bara enga æfingavelli og ef þessi leikur hefði farið fram inn á Kópavogsvölli þá hefði við þurft að vera einhvers staðar á grassi sem er þá bara stór hættulegt fyrir leikmenn að vera á í dag því að við eigum enga æfingavelli. Takk hérlega fyrir þetta Hlynur og gangi ykkur. Já, takk.